Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að horfa á heiminn svolítið út frá fjármálum og efnahagslífinu okkar og fjármálaáætlun sem var kynnt í vikunni. Ásgeir Brynjar Þórðarson, velkomin. Sérfræðingur í fjármálum og ritstjóri Vísbendingar. Já. Herðu, voru eitthvað tíðindi í þessari fjármálaáætlun? Við fjöllum aðeins í gær um alþjóðlega lágmarksskatt á fyrirtæki. Það hafði ekki verið áður í áætluninni, en hvað var eitthvað annað sem að... Nei, þetta var ennum fyrir baráttu Afríkuríkja held ég og fleiri svona sem að þessi lágmarksskattur hefur komist á gegnum Sameinuðu þjóðirnar og inn í OECD og já, það er svo sem fallegt að Ísland ætli að nýta sér það til að reyna að ná aðeins meira af stóriðju fyrirtækjunum sem að nýta sér hér að koma úr. Flest lönd tóku þetta upp síðustu áramót, við ætlum að taka þetta upp næstu áramót. Já. Þannig að við gefum stórfyrirtækjum eitt ár. Við erum svo mild í að eins og þegar með þessi sem fór að flytja inn tóbakspúðana fyrir unglinga, þeir þurftu að fá 4 ár til að aðlaga sig að minnkuðum hagnaði áður en það væri hægt að setja á hömlur að það mætti auglýsa þetta í litskrúðum barnaumbúðum við kassan. Þetta halda áfram að skaða heilsu unglinga þangað til. Já, það verður að taka til. Kannt þú að meta það hvað þetta geti skilað Íslendingum þessi lágmarksskattur þarna? Nei, það er svolítið erfitt að... Það er líka engin sem getur spáð fyrir. Nei, ef ég sem fyrrum fjármálaráðsmaður, kosin af þinginu þegar við vorum að búa þetta til, þetta voru ný lög og svona, að þá er eiginlega veldur mér smá áhyggjum, sérstaklega í þessu efnahagsástandi núna og þessari verðbólgu, að sjá eiginlega þetta birtast núna ég svo sem bara rétt, og þetta kom bara fyrir 2 dögum, en við erum að bíða eftir áliti fjármálaráðs sem kemur innan 2 vikna, en þeir skila þessu 2 vikum og seint inn í þingið og þetta virðist mér núna vera orðið einhvers konar svona forfjárlög og í staðin fyrir að vera stefnumótandi plagg og það sem liggur fyrir, það er, þú veist, það er tryggt þannig að það verður haldið áfram að byggja spítalann, en svo er þetta svona, við skiptum út almannavarnarhúsinu fyrir þjóðarhöll. Þetta er eins og svona var verið að gera fyrir fjárlög í gamla kerfinu, lauminn við þurfum að koma inn einni brú hér eða í mínu kjördæmi. Já. En það sem að mér fannst skrítið þegar ég var að hlusta á þetta var að þeir ætla að reka ríkissjóð með halla eða þau hvað til 2028? Já, eiginlega 2029 Þú veist, þetta er... Mér finnst það eitthvað bara, ég segi ekki ég hef bara orðið bara hissa, en ég var samt svona Býtu, hvað er þetta? Er ekki verðbólga hérna og er ekki allt bara blússandi þensla og má þetta reka þá ríkissjóð bara með halla? Og alveg út yfir lok næsta kjörtímabil. Þetta er það sem ég er að segja, það sé búið að grafa undan hugmyndinni með fjármálastefnur og fjármálaáætlun og þetta sem önnur lönd gera, svona 5 ára eða lengri, 7 ára er í Evrópusambandinu, að þannig er þetta bara orðið svona tól til að ýta á undan sér kostnaðinum við kosningarloforðin á næsta ári og dreifa því yfir á þannig að allt næsta kjörtímabil sé núna planirað inn í hallarekstur af því að menn vil ekki hækka skatta. Það er og Bloomberg skrifa þetta bara, ég veit ekki, þú veist, á miklu heilbrigðari hátt heldur en íslenski fjölmiðlar sem eru meðverkir í umfjölluninu á þessu, nema það náttúrulega heimildin kemur út á morgun, það sem kemur greining á þessu og við munum vera með líka vísbendingu greiningar á þessu, en Bloomberg skrifa bara það er frestað að ná jöfnuði ríkisfjármálunum 2 ár frá 2007 til 2009 og jafnvel þó, og þetta er svona kurteislega orðað á enskunni, jafnvel þó að ríkisstjórnin segist vera að berjast á móti verðbólgunni, þú veist það er ekki sagt beint út, þá er hún að kynda undir hann áfram með þessum hallarekstur áfram. Það hlýtur að vera í verðbólgu og svona þenslu að ef þú rekur ríkissjóð með halla, þá ertu að ýta undir, þú ert ekki að bregðast við. Þetta er eiginlega, ég held að þessi kennt orðið bara í grunnskóla að í góðari að þá á ríkissjóður að vera með afgang.
En í kreppu að þá máttu reka með halla. Já, ég meina, og það vandinn svo sem að því að nú eru vorfundinir í Washington, sko, þetta svo sem alþekkt vandamál eftir COVID-ið þegar það mátti eyða, að þá hefur svona lekið út áfram og verið erfiðar að skrúa fyrir halla. Það kannski skiljanlegri í löndum sem að ekki hafa náð svona viðlíka viðspyrnu og Ísland. Það var fyrst og fremst slökkt á ferðaþjónustuna á Íslandi og svo bara þegar COVID hættir að þá bara kveiknar á hann aftur og við erum bara í betri máli heldur við vorum áður. Þannig það er eiginlega ekkert, þú veist, það er ekkert að tala í dag og enn síður til ásins 2009 að við séum eitthvað að vinna úr COVID. Nei, þetta er bara sko vangeta í stýringu efnahagsmála á stjórnmálalega sviðinu og inn í ráðuneytinu að taka á þessum útgjöldum. Það er að segja með því að annarkvort að auka tekjurnar. Já. Þannig við erum þá með stjórnvöld, það sem annars vegar þau bara get ekki hækka skatta. Þau verða að hækka skatta. Ég meina með þess að Bloomberg veit það. Þau bara geta ekki. Og þau svara þá bara Bloomberg og bara, já ég veit að ég á að gera það en bara ég geta ekki. Því að það er bara innbyggt inn í stjórnmálakultúr flokksins míns og erindi mitt í pólitíka, ég bara geta ekki. En hins vegar verði ég að nota útgjöld ríkisins til að kaupa mér atkvæði, annars kýs fólk mig ekki og ég bara missi öll völd. Þannig að ég verða að hækka útgjöldin en ég get ekki hækka tekjurnar og þess vegna verði ég bara að reka þetta með alla. Og þetta er bara stjórnmálaleg staðreynd og þú eru bara sagt það. Þú eru bara, í íslenska þjóðinu eru bara sagt það. Og þá er það sem mér þykir mjög leitt að segja að lögin opinber fjármál og þessi hugmyndum fjármála áætlun og fjármála stefnur, það er bara búið að útvatna það og grafa undan því og með því að sko, og það sem er alvarlegast við þetta, ef að sko fólki sem er að ákveða þetta og kynna þetta áttar sig ekki á því afleiðingarnar af þessu, að það að auka ekki tekju öflunina sem að myndi draga úr þenslu líka og hjálpa til við verðbólguna og koma jafnvægi á ríkissjóðinn, þannig að hann væri ekki að kynna undir verðbólguna, að líka í þessum háu vöxtum, og Bloomberg kom þessu að svona í aukasetningu í lok sinnar stuttu fréttar þetta, svo þjóð sem í vestur Evrópu berst við hæstan vaxtakostnað á lántökum ríkissjóðs. Þú veist, maður sá bara hvernig... Ég var að leika mér að þessum daginn og sko vaxtakostnaður okkar að Ítalarnir sem að skulda miklu meira sem hlutfall af landsframleiðslu, að þeir eru að borga helmingi minna hlutfall af sinni landsframleiðslu í vexti. Þannig að ástandið á Íslandi í vaxtagreiðslunni er svipað og ég man ekki hvað Ítali hefði skuldað sko helmingi meira. Rúmlega það. Og þetta er sko, ég meina samanburðurinn okkar. Við borgum meira í vexti heldur í Grikkir. Já. Sem hlutfall af útgjöldunum. Og samt leyfa menn sér að kynna ríkissjóð með halla. Og auka enn á hallan. Já. Ég segjast við að draga úr hallanum með við síðast ár, sko. Þeir eru að auka minna en síðast. Já, þannig að þetta er sko, þetta er bara skattlagning á bönnum okkar, sko. Þetta er svo fyllibitta sem að drekkur heila vodka á dag og hafði drukkið bara halva fyrir 10 árum. Og er að segja það að ætla bara að drekka eina vodka og 3 svona flugvélarflöskur en það sem minni aukning heldur hann hafi verið áður en hún er samt alltaf að drekka meira sko. og þetta er sama og er orðfærið varðandi verðbólguna sko. Að hún sé nú á niðurleið sko. hún er 6,8% sko. Fór upp úr 6,6 en meira 6,8% verðbólga er gífurlega mikil verðbólga. Það er ekki eins og verð sé að fara að lækka. Verðið bara ekki að hækka eins og rosalega mikið eins og toppurinn í fyrra. Hún er meiri í Tyrklandi og Rúmeníu held ég. Já. En sko það sem að gerðist, sem var líka í Financial Times sko að sem hefur ekki gerst áður að sko Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var mjög harðorður í garð Bandaríkjanna vegna þeirra hallarekstur sko. Þetta sé orðið svo alvarlegt sko. Og þeir eru sko leiðandi efnahagsríki í heiminum, þannig að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að segja þið megið ekki vera í svona mikilli eðslu og kynningum. Það eru með sömu stöðu og skiptir ekki máli hvor flokkuð það er að þeir verða að lækka skatta eða megi ekki hækka þá.
Já, þeir eru náttúrulega líka þeir mega heldur ekki draga úr útgjöldunum. Þeir eru í hernaðar og það bara þeir eru konur í stríð hér og þar heiminn. Þannig að þeir munu bara auka útgjöldin sín stórkostlega, en þeim algjörlega ómögulegt að hækka skatta. Og þeir eru svo sem líka í heilmiklum útgjöldum bara til að draga heim fyrirtæki, og það nú hitt stóra málið ef við förum úr þessu, en þetta samt. Það að spyrja áður að fyrir það. Þetta með að get ekki hækkað skatta en halda áfram útgjöldunum. Þetta hljómar alltaf eins og ég spurti þessu áður efnaðastefnu Liz Truss, sem það að fjármagna skattalækkanir með hallarekstri. Og það hefur verið bent á að sjálfstæðismenn verið að stæra sig að því að hafa lækkað skatta ég man ekki hvað talan hjá þeim 80 eða 90 milljarðar sem að Bjarni hafi gefið fólki, en hann átti ekki þessa peninga, heldur safnar hann, eða ríkissjóður safnar bara skuldum til þess að fjármagna skattalækkunina. Þú getur sagt þetta, þetta var COVID og eitthvað svona, en þegar upp staðið þá þetta eftirgjöf í skattlækningu til hérna betur stöðu. Og það náttúrulega fekk bara fallengun í Bretlandi þessi efnaðastefna, en hún ríkjandi hér. Og það verið að veikja tekjugrunnin, ekki að styrkjan, ekki að einu svona viðhaldunum með vextinum, og það er bara mjög alvarlegt ef að skilningurinn á mikilvægi efnahagsstýringarinnar ekki betri en svo, og menn myndu fá í bónus með þessum auknu tekjuöfluninni útrátt á peningum úr hagkerfinu sem myndi draga úr þenslinu og verðbólgunni, en í staðin bara, og Gylfi Zoga með grein í vísbendingu sem kemur á morgun þetta, staðin bara verið að nota stýrivaxtatækið og hækkun vaxtana sem bara bitna á ungum fjölskyldum, skuldsettum fjölskyldum, barnafjölskyldum sem þurfa dýrara húsnæði með lánum, og stjórnmálin ekki að styðja við aðgerðina sem þarf til að draga úr verðbólgunni, ná niður vöxtunum og borgar síðan háu vextina í fjármagnstekjugjöld fyrir aukna hallareksturinn og aukna skuldsetninguna. Þannig þetta alveg bara svona, það einhvern veginn, það allt rámt við þetta, það allt vont við þetta. Það sem eitt af því að nefndi Bandaríkin, og ef maður horfir á stöðu stjórnmálana þar og í samanburði við Ísland, að þá það er ljóst að það þarf að hækka tekjurnar. En staðan í skattkerfinu þannig að fólk með millitekjur og þar fyrir neðan, það ekki hægt að hækka skattana af því að það búið að aukast skattpinningin á þeim. En fólki sem þar fyrir ofan, sem búið að fá léttari skattbyrði, og kannski fyrst og fremst allra ríkustu, fjármagnseigendurnir og eigendur, allra stærstu fyrirtækina, að þar engin pólitísku vilji á að hækka skattana af þeim. Það bara pólitísku ómöguleiki að Sjálfstæðisflokkurinn eða flokkarnir í Bandaríkjunum sem eru náttúrulega reknir meira og minna af ólígörkum þess lands, alveg eins og stjórnmálakerfi í Íslandi einhver leyti rekið af ólígörkunum hér, að það þeim ómögulegt að hækka þá skatta vegna þess að það er bara pólitískt ómögulegt. Nei, og það verður til einhvers konar svona frekja í því að finnast það vera svívirðilegt að setja á sig meiri gjöld fyrir skattar eiga að lækka bara kílómetragjaldi á rafmagnsbílana þú veist sem að eru síðan keyrðir hér á nagladekkjum eru rosalega þungir og spæn upp malbyggi sem kostar milljarða að laga eftir á þú veist það var mótmæli upp í háskóla fyrir að setja á gjöld á bílastæðin þú veist allir háskólanemarnir sem búa við það gott af ástanda foreldrarnir keyptu með ríkistyrk rafmagnsbíl til að þau getur farið að þau eiga að borga á mánuð eitthvað eins og 2 strætógjöld en þá það alveg svívirleg frekja að heimta greiðslur fyrir það en bara til að klára alvarleikan með þetta að í þessu sem vorum að tala með að
það sem talað mjög mikið núna út í heimi bæði Evrópubandalaginu, sjálfbærni skuldana sko, sem að við vorum að reyna að útskýra henni í COVID-19 sko. Þá var allt í lagi að auka skuldirnar að því að það var niðursveifla í hagkerfinu og vextinni voru lækkaðir og þannig skuldina voru ódýrar en það sem sko samanburðin á okkur og Bandaríkjunum sem eru við mun meiri skuldir en miklu ódýrari skuldir og eru að nota það sumt í slæman stríðsrekstur en annað í að byggja upp sitt samfélag og draga til landsins framleiðslu og búa til einhvers konar skárra velferðarkerfi, barnaheimili og svona þeir eru að byggja upp svoleiðis að þó þeir ná ekki að fara að byggja upp lestarkerfi að þar hægt að sýna fram á kannski að hinnar auknu skuldir geti verið sjálfbærar vegna vaxtakostnaðar eins og að þetta skili hagkvæmara og betra samfélagi. Hér hjá okkur í þessum mikla hagvexti að vera með hallarekstur sko á ríkissjóði í þessu háa skattaumhverfi það ekki gott fyrir sjálfbærni skulda sko, að taka ekki á því þó þeir taki þá fram í kynninguna fjármálaáætlunina að frumjöfnu þeir velja svona hvaða hugtök þeir nota og kynna þeir að þetta svona glæru kynninga hérna þú veist og það sem stjórnvald að segja að það allt í mjög góðu standi og það bara skána undir okkar stjórn það eiginlega markmið fundarins en það hallarekstur út allt næsta kjörtímabil þannig að það bara verið að sko taka hérna kosningalofurinn og vísa rað og hérna og jafnvægi verður sko ekki fyrir næsta kjörtímabili búið þetta það sem við erum að bjóða upp á en það hefur hérna var myndun ný ríkisstjórn var ekki bara í vikunni að tímaskinni hjá manni tóttuðu sambandi maður hérna getur ekki muna eiginlega hvað langt síðan að Katrín Jakobsdóttir sagði af sér en það var sérst að vera að mynda ríkisstjórn og þar segir hérna nýr forsætisráðherra að markmiðin séu fyrst og fremst það er að ná tökum á innflytjendamálum virkja meira og svolítið orku og nánuður verðbólgu og svo þegar hann ávarpar sitt fólk hérna þá segir hann sko að þetta séu verkefnin og hérna við bara ætlum að halda það út kjörtímabilið og svo fyrir næstu kosningar að þá munum við eftir að hafa sko náð í jafnvægi stöðuleika og hvað kallið allt saman að þá ætlum við að boða skattalækkanir nú hafa komið tími til þess að verðlauna fólk fyrir að hafa tekið þátt í að ná niður verðbólgu þannig að hann að boða það frekar ykkur skattalækkanir Já, jafnvel þó að Bogi Ágústsson segi fréttinar frá Liz Truss klúðrinu í Bretlandi að þá verða hann var á við sögðum frá því samstöðunni að Bjarni var í á landsfundunum þar sem eina sem að Liz var fór ekki ég held að við séð eitthvað haft eftir honum að honum fannst sko ræða hennar og framgang að vera frábær nei, þetta svolítið mikið rof á milli þess sem að gerast út í heimi og búið að vera að gerast út í heimi og þess sem verið að ræða eins og núna út í Við erum ekki að læra Nei, og það eins og sé sko ekki eiginlega bara engin samsörun á milli, þú veist, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gagnrýnir hér í efnahagsskýrslum Ísland að loftslagsmarkmiðum sé ekki náð og þá á að fara að virka meira þú veist, en þó að það sé búið að styðja við rafmagnsbílakaup úr ríkissjóði að þá samt útblásturinn aukast sko og það ekki lausnin á loftslagsvandanum eða vandanum við líffræðilegan fjölbreytileika að bara virkja meira. Við vorum með tvær greinar rammaáætlun og orkunýtingu, þú veist, það þetta að nýta betur orkuna, auðvitað þarf að virkja eitthvað, þú veist, en það hvernig hún nýtt, hvernig dreifingin á hún hvernig töpin og allt þetta, þú veist, það bara að sko gera svo margt annað heldur en og það engin trygging að fleiri virkjanir skili sko orkuskiptum og alls ekki erum við að sjá minkað loftslagsfótspor sem að, þú veist, bankar og seðlabankar, þú veist að tala við fjármálastöðuleika seðlabankstjóran áðan mjög mikil umræða úti hvernig bankar og seðlabankar að taka á loftslagsmálunum, sjá til þess að vera ekki að lána í mengandi
og í tengslu við vorfundina í Mosnarni verið að tala sko endurhugsun hagfræðinnar. Þú veist, meðan við hér erum ekki byrjuð að ná nema hérna við rauðaborðið umræðin endurhugsun hagfræðinnar sko, að því að heimurinn búin að breytast rosalega mikið á síðustu árum, að það sko, meira að segja Gordon Brown var að segja þarna á einu fundunum sem ég var að horfa á í streymi frá Washington að sko við varum komin í sko post-nýfrjálfsíkjuna eða eftir nýfrjálfsíkjutíma núna og að sko merkantilismin væri að koma og taka yfir skapar stefnan held ég heiti svona gamaldags þar segja þú veist Bandaríkin svona síðustu kóngarnir í Evrópu voru að reka margfalda á innflutning á hráefni frá Kína. Einokuna verslunin Danakonungs var svona hluti af þessari stefnu. Að þú veist heimurinn sé að skiptast upp í svona sko það hvernig Indland og Kína að stækka, þú veist að við erum að horfa á og hvað Evrópa er að byrta mjög merkilega skýrslur núna Enrico Letta var að koma með samkeppnishæfni Evrópu, svo Draghi að koma með aðra skýrslu, þetta það sem að fókusin á og hver okkar iðnaðarstefna, atvinnustefna eða fókus á samkeppnishæfni hjá okkur í þessum gjörbreytta heimi. Við erum að keyra á sama prógrami og bara gera aftur eitthvað sem við erum búin að gera áður. Ég meina það sem Bjarni lagði áherslu á að við erum að ná tökum á innflytjendum og ég hef nú oft sagt að ég bara næ ekki alveg hvað verið að tala Við keyrum hagvöxtinn áfram á innflyttu vinnuafli. Og það er þetta ákvörðun að fækka innflytjendum sem þá ákvörðun að keyra Ísland niður í einhverja svona samdráttartímabil. Þetta leið til þess að styrkja innviðina að í staðin fyrir að stækka innviðina að fækka fólkinu ég veit ekki hvort að svo stefna sér til í hagfræðinni þannig maður næri ekki alveg sko hvað átt við en maður reiknar með því að hann sé bara reyna að spila inn á einhverja svona hugmyndur að okkur stafi einhver ógn af útlendingum og brimvörnin okkar í gagnvart þeirri ógn sé Sjálfstæðisflokkurinn og hann. En síðan talar við orku og þar erum við talað að við verum að virkja upp í orkuskiptin. Einhver leyti hefur maður á tilfinningunni að þetta sé svona tækifæri til þess að sko fjölga framleiðendum orku á Íslandi. Að kannski segjum að af allri þeirri orku sem reiknað að þurfi, að þá geti kannski helmingurinn verið utan Landsvirkjunar og opinbera fyrirtækja og þá aukist svona hlutdeild einkafyrirtækja inn í orkugeiranum. Mér finnst það svona að því að þessu hvernig Sjálfstæðisflokkurinn talar að þetta sé eiginlega svona verið að svona eins og oft gert í sambandi við einkavæðingu heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu, þetta sé fyrst og fremst svona horft á þetta sem tækifæri til þess að riðla einhverju kerfi til þess að auka hlut Það var fréttir í vikunum að vera komin á Kauphöll með rafmagn sko. Það er aftur bendi á sko, það er nú búin að vera margar ára saga yfir stóra skandala í Nordpool, Kauphöllin á Norðurlöndunum með viðskipti með raforku þar, það sem áttu að vera svona það er röða nokkrum skandölum bara síðan ég bjó í Skandinavíu þar sem voru fyrirtæki sem voru að selja raforku og reyna að markaðsetja þá raforku sem einhvern veginn betri en voru raun og veru bara að svíkja pening út úr fólki. Þarna er væntanlega verið að fara að búa til það sem að orkumálastjóri var að vara við orkumálastjóri sem er í leyfi ekki sá sem er settur núna að heimilin myndi þurfa að fara að keppa við sko Bitcoin eða rafmynta sýndaregna og meira það er hætt á því að það verði til svona eins og einhverjir heilsalar af rafmagni sem að kaupa framleiðendum og geta haldið orkunni hjá sér og búið til skort og til sem að muni hækka verð og þá dembar henni út eins og fara bara í þann leik sem Enron var í Kaliforníu. En sko þetta ég meina, og þarna er búið að vera aðgerðir ríkisjóðan úti við að afskipti inn á
þennan orkumarka sem fór úr böndunum við stríðið og olli hita kostnaðaraukningu á fólki svo miklu að það skapaði lífskjarakrísu, þannig að útgjöld ríkissjóðanna þar fóru í þetta og búið að jafna og núna ná verðbólgunni niður, ná þeim útgjöldum tilbaka, hækka og það fjárfestingar átak í gangi við einangra hús betur til að spara orku, þú veist þannig að þetta eins og að vera að horfa á einhverja svarthvíta gamla bíómynd hér þegar að þú veist heimurinn í kring í lit og búin að fara í 3 seríur fram í tíman. Þöglumyndirnar. Og talandi orkusparnað, ég talaði við Jón Kristinsson, arkitekt sem hefur starfað í alla sína tíð í Hollandi, hefur búið til fundið upp, hann uppfinningamæður, það eitt sem Íslendingar getur gert, tekið upp gluggan hans og ofnan hans og notað bara fjórðungina þeirri orku sem að við notum í dag. En að því þú nefndir samkeppnishæfni Evrópu, að því að Evrópa er bara í kreppu, í vanda, Þýskaland í miklu vanda, það að missa orkuna frá Rússlandi hefur haft afleiðingar í Evrópu. Það var líka verið að því að við nefndum með Bjarna og innflytjendur að það stundum verið bent á það að samkeppnishæfni Bandaríkjanna meðal annars betri vegna þess að þar koma fleiri innflytjendur inn og þar svona eðlilegri aldurskurva á íbúunum heldur en í Evrópu. Hvað eru menn að velta fyrir sér í sambandi við samkeppnishæfni Evrópu sem náttúrulega, þetta bara, getur verið svona alþjóða pólitískt mál líka, hvernig Evrópa upplifir stöðu sína í heimi þar sem Bandaríkin og Kína og fleiri þar sem að vera margpóla heimur og hvort að Evrópa sé orðið svo veik að hún sogist bara inn í það að vera bakgarður Bandaríkjanna, verða svona svo veik. Því ef hún efnahagslega veik, þá ólíklegt að hún geti mótað sér einhverja svona sjálfstæða, alþjóðlega pólitíska stefnu. Því maður sér ekki alltaf að hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna fari saman. Nei, og maður sér vist svona rof þar á milli núna. Þegar eftir þessa sem var kallað verðbólguminnkunar löggjöfin hjá Biden, sem var samt mjög mikið líka loftslagsumbreytingar stefna og svona verið að setja upp svolítið mótvægi við Kína, þar að segja fá framleiðslu heim til Bandaríkjanna sem hafi verið byggja upp innviði og reyna að styrkja svona efnahagslífsins á svona miðja 20. aldarinnar sjónarmiðum. Já, bara ríkistyrktar verksmiðjubyggingar fyrir örgjörfa og þú veist, ég meina við erum búin að vera með ríkistyrkta Tesla-kaup eða rafmagnsbíla-kaup, þú veist, en þetta til að ná fram umbreytingunni. Síðan núna verða náttúrulega vara við því að þau verða að vera sanngjörn umbreyting. Núna var að fara að setja á kílómetragjald og á bílana að þá og svo jafnvel skatt eða mengunar á bensínbílana. Þá verður eins og gerðist í Frakklandi guluvestin, þú veist, ef við ætlar að láta neðri helmingin sem hefur ekki efna og uppfara bílinn sinn rafmagnsbíl, allt í einu að láta hann fara bara, þú veist, það er þetta sem verið að vinna rosalega mikið gegn í öllum aðgjörunum úti, bæði Evrópu meiri sér í COVID fóru þeir í svona sérstaka fjárfestingu dreift á þau ríkin sem mest þurft á því að halda úr sameiginlegum sjóðum Evrópusambandsins til þess að gera svona resolution and recovery, til þess að verða svona sterkari samfélög og komast sterkari út úr COVID-inu og nú verið að tala að því það rennur út 2026 að það verið að tala við þurfum að framlengja það í nýju umhverfi og næstu kynslóðar hugmyndina sem var sérstaklega bendgeng því að minnka atvinnuleysi yngra fólks og menntun. Þú veist, þannig að það er rosalega mikil gerjun, það er punkturinn minn. Við búum í svo breyttum heimi núna út af þessum stríðsátökum út allt og út af loftslagsvánni. Það er verið að beita ríkisfjármálunum, opinberum fjármálunum og aðgerðunum á móti í að reyna að fá það
til uppbyggingar og betra samfélagi og öðruvísi samfélagi heldur en að því það búið að sjá eins og þegar Gordon Brown fann að segja hérna nýfrjálshyggju tíminn, þú veist, eftir nýfrjálshyggju tíminn liðin undir líka sko og hér eru við að hvað heitir sá tími sem við tekum við þá? Já, hann var að vara við að þá værum við eins og við værum að fara inn í þennan merkantilisma, það er að segja það sem að kannski vegna þess að það hefur ekkert verið rætt það hvert við ætlum að fara. Ég hef stundum verið að benda á þetta hérna. Það er pólitíkin og svona pólitísk umræða snýst minna það eða það mætti halda því fram að það hefði verið alveg aftur til 1980 og þá hefði stjórnmálum breytt eðli. Áður var þetta umræðu það hvers konar samfélag við vildum byggja upp en síðan hugmyndin sú að þetta samfélag við eigum ekki að hugsa það en það ekki hlutverk við pólitíska sviðs að ákveða hvernig framtíðin að vera. Framtíðin kemur til okkar fyrir snilli frumkvöðla og frjálsrar markaðar sem í annað orði yfir bara hinn ríku sem að völdin ríku og þau munu færa okkur hérna góðu framtíð og þetta hrynur 2008 síðan kemur tímabil eftir frjálshyggjutímans hann ekki að meina það Brown að það þá 2008 til 2024 og það það sem verið að zombie nýfrjálshyggjan einhvern veginn en þá pólitísku átökin snýrst ekki það hvaða samfélagssáttmáli ætti að koma í staðinn heldur var það svolítið þannig að stjórnmálin áhersla þeirra á að ekki vera að tala hvers svona samfélag við viljum heldur að það veri þeirra hlutverk að verja okkur fyrir ykkur ógn hvort sem að það jarðeldar eða heimsfaraldur eða verðbólga eða innflytjendur eða bara eitthvað að sú stjórnmála hefð eða kultúr að hann var ófær það að búa til nýjan samfélagssáttmála hvað við vildum hafa sem samfélagssáttmála þegar nýfrjálshyggjan sannarlega hrunin og þá situm við náttúrulega uppi með mekanisman sem verndastefna, efnahagsleg verndastefna óttastefna. Já. En það var eiginlega við má síðan vísi annan þú veist, að því umræðan þarna við þurfum að vinna á móti þessu auðvitað þarf að setja upp einhverja tollavarðandi til dæmis að skattleggja óhreint stál á móti grænu stáli og þetta allt saman og það sem flutt, þú veist, kolefnissporið af því sem flutt, þetta verið að þróa bara staðala líka til að standa reikningsskil á þessum kostnaði af því að þetta lagfæringin á þessu sem fór úr böndunum í svona ofur fjármálavæðingunni og þessum frjálsa tíma sem við lifum en og notabenni það verið að tala að vinna á móti því líka að þessir tollar og þessi svona verndarhugmyndir leiði til herra verðstátt til fólks þannig að þetta geti ítt undir verðbólgu hún aðeins farin að fara upp aftur í Bandaríkjunum þannig að þarna umræðan mjög mikil síðan hinn hlutin Þú ert að vísi umræðu sem að vara við hvert við erum að fara að óbreyttu en að við erum að fara að þanga samt að óbreyttu þannig þetta eiginlega bara gagnrýnisraddir innan úr kerfinu sem að segja það sem ég var að reyna með þessum að draga þetta svona upp kannski afleiðing þess að það ekkert búið að ákveða hvert við erum að fara þess að við erum alltaf bara að bregðast við ykkur í ógn og stjórnmálastéttin okkar lifir á því að við erum alltaf að venda okkur fyrir ykkur ógn og kannski það líka vegna þess að fólk óttast að því að svarið liggur náttúrulega augum uppi hvernig samfélagssáttmálinn ætti að líta út og hann hljóma bara eins og bara sósíalismi bara aukin jöfnuður og auki hlutverk félagslegra sjónarmiða en það enginn í stjórntækinu sem að þorir að segja það vegna þess að það búið að henda allir sósíalistunum í skottið. Og þá kemur það hinu erindinu, þetta voru nú langir fundir, 2 daga en mér fannst svona einna merkilegast þetta annars vegar sem Gordon Brown sagði og hins vegar það sem Angus Deaton sagði sem hagfræðingur sem ég hef nefnt hérna áður og fekk Nóbelsverðlaun fyrir nokkrum árum. Skoti og hefur mikið fjallað meðal annars ójöfnuð. Já, og velgiftur maður. Sonur kólaverkamanns frá Írlandi, Avans var það, og hann búinn að vera að rannsaka ójöfnuðin og Seðlabankur út í heim eru farin að tala ójöfnuðin og þeirra aðgerðið það þurfa að taka tillit til ójafnaðar áhrifana af því sem þeir eru að gera.
og Gylfi Sóka bendir á því greininni sem kemur út á morgun að þessi óæskilegu hliðaráhrif eins og það heitir á hagfræðimáli. Það er að segja, þegar stjórnmálinn gerir ekki sitt, Seðlabankinn hækkar bara vextina, hann lendir á bara skattlagning á ungum barnafjölskyldum eða skuldsettum heimilum og svo náttúrulega hér á landi leigjendunum öllum sem eru með verðtryggða leigusamning og borga. Að það sem Angus sýndi fram á þarna, í raun og veru munin á milli í bandarísku samfélagi, heilsu að því nú sko lífslíkur bandaríkjamanna bara á síðustu 10 árum farnar að fara niður á við sem aldrei gerst í heimsögunni áður og bandaríkjamenn orðnir svona neðstir í samanburðinu við 20 þjóðir, þetta voru mjög lýsandi svona línur í tjánum og svo tók hann bara einfalda skiptingu, þriðjungurinn í bandaríkjamann sem með sko háskólapróf, bara fyrstu gráðu háskólapróf og svo 2/3 sem eru minna menntað, að þar bara gapið ennþá rosalega, að sem sagt efsti þriðjungurinn í Bandaríkjunum fylgir svona Evrópulöndum og öðrum löndum en samt með þessar minnkuðu lífslíku núna undir lokin, meðan að sko að 2/3 neðri helmingar landsins eru bara á einhverjum allt öðrum stað og sko hrapi lífslíku. Og þetta náttúrulega sko eitt skýrasta dæmið af afleiðingum þess að hafa svona mikinn ójöfnuð, vaxandi ójöfnuð og sko bara til að Það er kapitalismin tortími sjálfur sér. Já, og það sem mér finnst ógnvænlegt ef maður skoðar og það er búið að vera... Og hann drepur allt á leiðinni, sko. Já, og sko að því ég veist að ég fylgist mikið með Evrópu og það sem ég var að reyna að gera þar í vandanum þar, en mér finnst á margan hátt þó að heildartölunar okkar séu góðar, þá viss merkjum að við séum þarna nær Bandaríkjunum í þessum ójöfnu þar sem á milli þess ekki varðandi heilsuna og lífslíkunar en hins vegar varðandi það að neðri helmingurinn allavega, ég ætla ekki að segja 2/3 en sem neðri helmingur sem sko að berjast í bökkum við að ná endum saman á móti efri helmingnum sem hefur það svo gott og þarf ekki að borga neina meiri skatta og bara fær ríkistyrk til að kaupa rafmagnsbíl nummer 2 og þú veist Sjáu ekki veislunarstrákar og þarna að verða svo mikið gap og það er bent á þetta í greinum hjá okkur í síðustu viku og sem kemur í þessari viku varðandi það sem var samið í lífskjarasamningunum 2019 sko. Þú veist, á verðlega búið að hækka hér á tíma ríkisstjórnar þessar tveggja ríkisstjórnar fram að þessari sem núna ef maður á að tala um þetta sem ólík ríkisstjórnir eða sömu 40% hækkun og svo ekki gert það sem lagt upp með í lífskjarasamningunum varðandi að slá á verðtrygginguna og kostnaðin heldur og svo komið núna einhver skýrsla, þú veist, mörgum árum seinna og hún ekki að fara að lækka verðbólgun í sjálfu sér, þú breyti mælingunni aðeins á þannig að það alltaf verið að gera eitthvað svona smárettingar sko nokkurum árum of seint og vandinn sko eykst og það eiginlega síðasta sem ég myndi nefna sem birtingamynd á þessu að það er búin að vera greinar sko hjá mér Gylfi Magnússon sko hvernig fækkun og ég held eftir að tala við hann Araklang, hann var með mjög merkilega rannsókn upp í háskóla sem var kynnt á því sko að frjósemi hér á landi fæðingartíðni hefur bara hrapað á síðustu einum áratug og svo mikið núna nýjasta árið sem hefur verið byrtið 2022 og það er svo mikið fall frá 2021 að það verið mjög forðilegt að sjá tölurnar þegar ljóta nú að geta afgreitt þær fyrir 2023 og ef að þetta heldur áfram að þá þetta bara stórkostleg breyting. Já og það sko við vorum með yfir 2 við vorum með meira barnegnum heldur en Evrópa bara 2012 sko. Þú veist, þannig á áratug erum við komið niður í rétt rúmlega 1,5 barn. Það er eitthvað við þessar breytingar sem að eins og stundum það kemur ykkur skoðanakönnun og hún er svona á skjön, þá viljum að sjá næstu af því að til dæmis hafði þjóðskrá talið vittlust fjölda Íslendinga og munaði mest innflytjendur sem höfðu flutt í burtu sem eru á vinnualdri og þar af leiðandi sko barneigna aldri
að því að breytingi var svo mikil, sko, að mér fannst en hins vegar þú horfið við 10 ára tímabil þá alveg augljóst hvað að gerast og það sem að ef við ætlum að vera kynslóðun að fækka þannig að vera 1000 í einni kynslu þá verður 750 í næstu og svo heldur þetta áfram og við erum komnir í stöðu Færey eftir 100 ár við verðum 455.000 Já, sérstaklega á herð á innflytjum loka landa því þaðan hefur fjöldin komið og sko nú að koma líka svona tölur frá Japan þar sem að þetta búið að vera í nokkra áratugi svona fækkun og fólk ekki eignast börn og hagkerfi ekki að vaksa í stærð og það bara svona hrun fyrir sjálflega þar sem en það sem ég ætla að benda úr sem kom í rannsókninni sem var ekki greinin hjá Gylfaeldur, rannsókninni hjá Ara að sko munurinn á barneignum í efri það voru í efri 15 sem 20% velstæðu er ekkert mikið hrun í þessu en í lægsta 15 20% tekju lægstu að þar bara það er 500% munur þannig á milli af því að þú bara reynilega getur ekki haft efna og eignast börn á Íslandi út frá hvernig kerfið Já, við erum komin í þangað sem að við Íslendingar þekki vel, við vorum með þetta í vistaböndunum og vinnuhjúa kerfinu, þar sem að vinnuhjúum var meinað að eignast börn, en fátæku þeir fengu ekki eignast börn og var gert með því að það var ólöglegt eignast börn utan hjónabands og þú getur lent í því að þið verið bara drekkt fyrir það, en þú fékkst ekki að giftast að þú áttir ekki neitt. Og ég bara draga þetta upp, en ég meina við höfum verið þarna, því að Gordon Brown að tala að við séum að fara hraðalega tilbaka og það var fleiri verið að benda þetta, Piketty hefur verið að benda á þetta, við erum að komin yfir við erum komin aftur fyrir kapitalismann, það tímabil, að við erum að sigla inn í svona lénsveldi þar sem að þeir sem að fljóta ofan á eru raunverulega bara blóðmjólka restina og lifa einhverju allt öðrum veruleika og sjá bara fyrir sér veislu og skilja og nýta á það sem bara ég sá orð í fyrsta skipti langa tíma daginn, það var vinstra væl þeir verið að benda á háskan í stjórnarstofnunni vinstra væl ég meina það er minni svona eftirspurn eftir að fá mig inn á rúfa því það greinilega þykir ég vera með eitthvað vinstravæl en sko alvarleikin í þessu er gífurlegur varðandi sko samfélagsupbygging það verið sko það er ekki bara verið að misþyrma sko lífskjörum fólks heldur að vera að svifta fólkið og samfélagið framtíðinni því að ef þú til því stöðu að þú telur þig ekki bara geta eignast börn að það sé bara ekki þér í boði að það var náttúrulega verið að bara eyðileggja þitt líf og það er náttúrulega verið að eyðileggja samfélagið. Já, nákvæmlega, og sko samfélagin sko eins og Bretland sem hafa verið í sinni krísu hafa verið að líta til Norðurlandan og uppbyggingunum því, hafa verið að lýsa bætina, hafa verið að byggja upp barnaheimili, þú veist, til þess að fá betra vinnuafl sem getur komið í vinnun og með börnin í leikskóla og skóla. Og bara sama og þú veist, uppbygging velferðarsamfélagsins í Skandinavíu er svona þekkt dæmum sem, en við erum einhvern veginn þarna farin í sko, þú veist, meiri nýfrjálshyggju þegar að sko, þeir verða að tala út í Bandaríkjunum að eftir nýfrjálshyggjan sé horfin og við þurfum að endurhugsun á hagfræðinni og þá erum við sko, og við fáum bara tölur skilur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun og húsnæðismálinu sem koma þess að því í lokin að meiri hlutin af nýjum íbúðum eru keypt sem önnur, þriðja, fjórða íbúð þannig að þú veist, efsti 15-urinn er að kaupa leigu íbúð nummer 2-3 fyrir börnin sín og láta leigjendun að borga niður láni. Þú veist, þetta er kerfi samfélagsuppbyggingarkerfi sem er búið að verða byggt upp hér og verða til á sko og stjórnvöld verja þetta kerfi. Já, og stjórnvöld er ekki að verja hagsmuni leigjenda, þau bara neita því. Þau eru að verja hagsmuni þeirra sem að draga kannski upp úr húsnæðismarkaðnum. Kannski við vorum að reyna að meta þetta í gær, ég og Guðmundur Hrafn Argrímsson, kannski 35-40 milljarða sem er eiginlega oftekin leiga vegna skortstöðu á markaðnum.
og það eru náttúrulega hluta til þetta Alma og heimavellir en að meir en helmingsleiti þetta sem sagt þinni betur stæðu í 20% efsta hlutanum sem eiga auka íbúðir og bæta ennþá kjör sín með því að sko blóðmjólka fátækasta hluta samfélagsins. En þetta system, stjórnvöld eru að verja það. Þau eru ekki að verja þá sem að verða fyrir því að þurfa að borga hverju einastu mannamót, kannski 80 til 100 krónum meiri húsalegu en þyrft að gera, fólk sem má ekki missa þessa peninga, til þeirra sem hafa það betur í samfélaginu. Þetta eru stjórnvöld að verja. Já, og þetta er að gerast bara núna mjög hratt, sko, eins og við höfum rætt að fólk í neðri helmingnum eyðir sko öllum launum og þau duga núna bráðum ekki til í húsnæðiskostnað mat. Og eiga bara í vandra með ef að þvottavélbílar eða þarf að kaupa vetradekk á bílinn. Eða flytja. Ég er að flytja þessu dagana. Og þá er maður að hugsa... Kostar nokkur 100.000. Það kostar sko mikið. Og hverjir það sem flytja oftast? Það eru leigjendur. Og hverjir eru leigjendur? Það þeir sem að, hafa meðaltalið miklu lægri tekjur. En það er kostnaður ekki bara við það að rífa börnin upp úr hverfi, í annað hverfi og yfirleitt er það þannig að svona góðsögnin allavega kaupendur að þegar þeir eru að flytja þá þeir að fara í eitthvað skárra eða eitthvað sem henta þeim betur. Flestir leigjendur sem eru að flytja að fara í lakara húsnæði vegna þess að þau ráðu ekki við að halda í við gæðin sem þeir hafa í kannski lengri fjarlægð frá skólum eða vinnustöðum meiri þröngbíli en bera svo að þennan kostnað sem er að flytja sem er alveg fáranlega mikil. Og síðan þessum skilja ef að fólk hafa efna á skilja það er mjög dýrt líka og það er mjög dýrt að reka einstaklingsheimili og sérstaklega náttúrulega í öllum þessum konunum ég bara vísi töluna sjálfstæði foreldrar heimili með eitt fullorðin og eitt barn að þau eru einna verst stödd í þessu öllu og það er keyrt áfram í að gera þetta áfram verra. Núna komu í svo sem kjarasamningspakkanum aukin barnabótastuðningur og húsnæðisstuðningur en eins og ég bendi á þetta er svona til að rétt nær ekki að vinna upp það sem að hlutin hafa orðið verri og dýrari þannig að það er ekki eins og þetta sé kjarabót eða sem sagt bæting á stöðu heldur það verða spasla upp í hólu eða gat sem er orðið ósjálfbært. Ríkið að styrkja óbreytt ástand. Já, og við halda kerfi. Sem að leigjendur hafa sagt að ef ég fæ 10 krónur meira í húsnæðisbætur að þá líður ekki langur tími og húsaleiga mín hækkar 10 skall. Því að þá er það raunverulega styrkur til leigjandans. Já, og leigusalans og að því er í verkefnum híbílaauð sem verður núna á Hönnamars í næstu viku að þar höfum við verið að reyna með svona umræðu og vakningu gæði húsnæðis, birtu og ljós og að það sé ekki bara byggt hratt og hagkvæmt og ódýrt og þú veist, og við verðum með svona samtal við eldhúseyguna í Hafnarhúsinu sem er svona nútíma eldstæðið okkar þar sem við erum að reyna að ná umræðum þetta en það er erfitt að fá fólk úr fjármálageranum, bankageranum og byggingageranum til að koma að samtalinu en ef þú reynir að greina þetta ástand þá sérðu bara úr nýlegum fréttum að meiri segja að því rifrildi fyrir alltaf þá bara koma meira af ókeypis lóðum frá sveitafélögum og þá verður byggt að það er svo mikill hagnaður af því bara að liggja á lóðunum og bíða með að fasteignar verði að fara upp að það kemur milljarða gróði út úr því að hafa bara keypt lóð á nokkra milljarða, fengi deiliskipula samþykkt upp á fullta íbúðum en þú græði meira á því að síðan selja lóðina heldur hún að raunverulega byggja. Þetta er svona lýsandi dæmi. Matador þar sem þú þarft ekki að byggja hótel. Já, þú græðir bara að eiga aðalstræti. Já, þetta er svona fjármálavæðing, hinn ýktasta form fjármálavæðingar sem við erum einhvern veginn búin að koma á í samfélagskerfun okkar. Og við verðum að samfæra okkur að sé normalt ástand. Já, og þú veist, og svo kemur upp núna eitthvað sem var líka til umræðu fyrir 12 árum þegar ég kom inn og var nýkomin inn í annan húsnæðismarkað því að menn hér líta á byggingarétt sem eins og einhvers konar eignarétt eða eins og einhverja verðþeirra krónu inn á bankareikningi í öllum öðrum löndum er að þú færð byggingaleyfi að þá þarfst að byrja að byggja skilur
það ekki eins og þú getur bara fengið keypt lóð og átt byggingaréttin og svo bara býður með lóðina til að hækki að því þú græðir á því að gera ekki neitt sko. Áskil Brynjar, ég leyfi mig stundum að vera með svona þema í þáttunum, við erum að tala efnahagslífið og fjármála því að hérna var gestur undaðir, Gunnar Jakobsson, varaseðlabankastjóri sem er að hverfa á braut, mjög áhugavert viðtal. Í gær vorum við meira að ræða svona svona, kannski svona lýðræðið, því að það klassaði svolítið saman í vikunni svona fullyrðingum Bjarna Benediktssonar og fleiri að lýðræði væri bara kosningarnar og svo að þau fengi umboð til þess að gera það sem að sömuleyti alveg rétt. En höfnun á lýðræðinu sem að birtist meðal annars í mótmælum og undirskriftasöfnunum og að stjórnvöld, að almenningur neyði stjórnvöld með þeim tækjum sem almenningur hefur á milli kosninga til þess að sveigja stjórnarstefnuna eða velja forystu fólk í einhverjum takt við vilja almennings. Og það er meira í þessu en það að til þess að sé gott lýðræðiskerfi að þá þurfum við að hafa öfluga verkalýðshreyfingu, við þurfum að hafa náttúrulega stjórnmálaflokka sem er eitthvað meira heldur en einhver forysta sem er svona lost in space, við þurfum að hafa raunverulega grasrótarsamtök og við þurfum að hafa hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin eða félag innflytjenda, félag einstæðra foreldra til þess að berjast fyrir þessum hagsmunum svo því að við sjáum það alveg í sögunni að leið og svona hagsmunabarátta veikist að þá verður lakari kjör viðkomandi og það var eiginlega niðurstaðan í samtali mínu við Guðmund Hrafn í gær að til þess að bæta stöðu leigjenda þá er bara frumskilyrði að efla sko leigjendasamtökin og gera þau sterk því að við getum setið endalaust við þetta rauðaborð og segja hvernig húsnæðiskerfi þetta að vera það eru bara leigjendur sem að munu knýja á breytingarnar því að fólki í ríkisstjórninni það er ekki leigjendur, fólki á þingi er ekki leigjendur Guðmundur Hrafn lýsti því þess að maður mætir á ráðstöfnu þar sem að allir eru eiga húsnæði nema hann kannski 80 manna hópur og þar að vera kannski sko 10 sem eru sko leigusalar en hann er eini leigjandi þannig að þú veist það verður að byggja þetta upp en það eru fleiri þættir til þess að hafa heilbrigt lýðræðiskerfi það eru til þess fjölmiðlar sem að standa veikum fæti núna og sömuleyti er þetta rauða borð og samstöðun afleiðing af því við þetta bara þegar allt er tekið af okkur þá verðum við bara að búa til eitthvað í staðinn og svo er það fræðasamfélagið sem að á að koma með upplýsingar inn í umræðuna og ég hef mikið kvartað yfir því að háskólinn virðist bara alltaf þegja á meðan að það verða algjör umturnu í umræðum innflytjendamál en það með mér lítið á þessi skildu háskólans að koma með þá raunverulega staðreyndir að það sé ekki sko lýðskrumararnir sem að fái að ráða öllu um hvað er rætt og með hvaða hætti og það sem að þú hefði búin að vera að tala hér aðeins er umræða sem er erlendis, meðal annars á aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að Íslendingar eru aðilar að. En það er eins og að sú degla sem þar birtist og þú ert að vitna til og sama innan Evrópu og fleira sem að þú oft kemur hingað til þess að vitna til. Það er eins og þetta einhvern veginn að póstskipið einhvern veginn sökku í hafi. Að til fallegasti bókatitill í heimi er Kristunnámsstaðar í Eboli. Það er eins og sko fréttirnar af dauða nýfrjálshyggjunnar hafi verið í einhverju skipi sem að strandaði á Skeiðarársandi og er sokkið í sand sko. Þetta best ekki til Seðlabankans, þetta best ekki til Valhallar, þetta best ekki niður á Alþingi, þetta best ekki til Ríkisútvarpsins, þetta best bara ekki til Íslands. Nei, ég meina mér finnst stundum furðulegt að það er eins og sko ég sé meira í fjölmiðlaumræðunum efnahagsmál heldur en allir fræðimennir í viðskipt- og hagfræðideild upp í Háskóla Íslands sko, sem að ég átta mig ekki alveg á og er þetta hræðisla við að koma inn í umræðuna eða er þetta af því að það er svo mikið að breytast og að ef að þú ert einblína á fræðin þín bara inn í þínu líkanni og heimurinn breytist svo mikið að þá sko ef þú fylgist ekki með því sem er að gerast út í heimi að þá verður þetta bara svona skrýtnara ástand sko. Það er eiginlega svona helsta sko greiningin sem ég hef
náð að sjá útrúsa því að þetta mér finnst ég yfirleitt hér vera og þegar ég var á RÚV reglulega bara svona færa fréttir úr Financial Times og Bloomberg, þú veist, og eins og núna, þetta var reyndar ekki af aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þetta var Peterson Institute sem nú samt hugveita bara mjög svona, já, það væri mjög langt í að hún yrði flokku sem eitthvað í átt til einhvers vinstris. Þetta er það sem voru áður kirkjur nýfrjálshyggjunnar. En ég meina, þú veist, Biden ríkisstjórnin að styðja við uppbyggingu verkalýðsfélaga. En hér, jável þó þið hafi verið lofað í lífskjarasamningunum 2019, þá tókst ekki á 5 árum að fyrir þessa ríkisstjórn að styrkja leigjendasamtök. Sem allir ætti að geta hort á Íslands samfélag og segja hvað er svona áriðandi, það að við styðjum það að leigjendur nái vopnum sínum, geti skipulagt sig og háð svona eðlilega hagsmunabaráttu gagnvart leigusölum og ríkisvaldinu. En skattkerfið er byggt upp þannig að það held ég að verið tekið saman í heimildinni 50 milljarðar sem að farið úr ríkissjóði, eða samt eftirgjöf af skattekjum ríkissjóði. Það var ekki streymt úr ríkissjóði, en 50 milljarðar komu ekki inn í ríkissjóð. Óinnheimtir fyrri skattar. Já, af því að heimila fólki úr efstu 3 tekjutíundunum, sem við höfum þetta nú alveg rétt með að við svar á þinginu, sem fór í að niðurgreiða höfuðstólskuldana þeirra, og þau gátu þar með, þau heimila kannski keypt aðra íbúð fyrir barnið. Það eru 50 milljarðar. Já. Og svo eru 8 settir í húsaleigubætur. Já, eitthvað slúið sem eftir hækkun. En það eru tekjur ríkisins af húsaleigu, af því það eru fullur fjármagnstekjuskattur hjá hluta, en einstaklingar borga bara 11%. Að hann held ég veli á 3 milljarðar. Þannig að ríkið með og svo hækkar húsaleigan umfram almennt verðlag og umfram kaupgetu leigjandana og þar með fara aukna tekjur inn í ríkissjóð en þannig að aukningin til húsnæðisbótanna er minni í krónutalið heldur en aukna tekjur til ríkissjóðs vegna hækkunar umfram hækkunar húsaleigu. Og þess vegna svo við lokum þessu nú í hringninu frá upphafi að hallinn á rekstrinu ríkissjóðs, það er búið að aukast svo tekjuflæði inn en það heldur áfram bæði eftirgjöf og tekjum og að þarna er óbalansinn svo rosalega mikil það ætti að hafa verið svo auðvelt í þessum mikla hagvexti að loka gatinu og síðan á náttúrulega pólitíkin að snúast þetta hvernig gerum við lífvænlegt samfélagina, hvernig gerum við ekki samfélag þar sem að það er 500% munur á möguleikunum til barneigna eða í lægsta ekki tekju 10, lægsta tekju 500, 20% á móti efstu 20%. Þú fullyrtir að það væri ekki sama ástand hér í sambandi við lífslíkur og hefur verið í Bandaríkjunum þar sem að lífslíkur það eru fyrst og fremst svona hvít lágstétt í Bandaríkjunum sem að falla. Hluti af ástæðan svo að hagstofan okkar, hún greinir ekki í samfélagið eftir stéttum. Nei, maður stundur gert þetta menntun og þá getur maður svona ráðið í eitthvað en í þeim rannsóknum ég komið fram til þess að sambandi við lífslíkur og lífeyrisaldur og það hefur verið, þú kannast við umræðu það var í Danmörku bara fyrir síðustu kosningar og þar síðustu kosningar að lækka lífeyrisaldur erfiðisvinnu fólks það er byggt upp á því að það sést bara í tölunum að lífslíku þeirra sem í erfiðisvinnu sem yfirleitt láglauna fólkið sem eru lægstu stéttinnar að þær eru miklu minni heldur en þeirra sem er í huggulegri innivinnu og með góðar tekjur og það getur munað ég sá einhverstaðar tölur í Svíþjóð 8 ár sem að þeir sem að eru efsta fimmtungnum og þeir sem eru í neðsta fimmtungnum það munar 8 árum á lífslíkum og það er gjaldið sem að hinni fátæku og hinni valdalitlu borga fyrir þetta samfélag sem að við búum í og borgaði með lífi sinu og ég hef síðan ágjur af því núna varðandi þetta með bara vandan við hann og endum saman í verðbólgunni sem að er ekki að fara niður við breytt
beinta útreikningsaðferð Hagstofunar í júní eða það að sé sagt inn á þingi að Seðlabankinn spái 4%. Þú veist, og það eru merki sumstar eins og frá Bandaríkjunum að verðbólgan sé að fara aftur aðeins upp í heiminum og halda áfram, meðan að í Evrópu erum svo sem að koma niður og með neð, en þetta einn flókni heimur sem við lifum í, það mismunandi, þetta ekki eins og COVID-tímanum, það sem allir voru eins og við fylgdum öllum eins, þannig að núna það spurningin, hvar eru við í þessu hreyfanlega mikla umbreytingaferli í heiminum og eru við í alvörunni eins og þetta lítur svolítið út núna, allavega í dag, ég vona að ég hafi greint ránt eða þetta breytist, að bara keyra hér í svona einhverju nýfrjálshyggjupartíi þó að og það sem að það sem ég hef kallað stundum og bara neyðist til að halda áfram að nota sem svona velferðaríki fjármagnsins, þar að segja eins og birtist í bönkunum, ég meina það umræði í Skandinavíu og Evrópu aukin hagna banka, þú veist, og það hér bara er svo mikill afgangur af rekstrinum vegna verðbólgunar og hækkunar tekna fyrir að gera sama business og áður, að það er hægt að kaupa tryggingafélög og þá fer allt bara í eitthvað brjála rifrildum hver hefði átt að fá það eða ekki, eða hvort að ríkisbanki eigi að kaupa tryggingafélag ekki, eins og menn vilja að hann sé rekinn, ef ég skil rétt það sem er verið að segja úr fjármálaráðuneytinu eða bankasýslunni, að það eigi að svona alls ekki að reka hann í of miklum svona eins miklum professionalism á aðra banka, eins faglega á aðra banka, heldur eigi hann að haga sér, hreyfa sér sem minnst og gera sér minnst og jável þú veist, og svo er náttúrulega augljóslega þarna verið að nýta kerfið er þannig að Landsbankinn er í eigu almennings, en það má ekki reka hann með félagslegum markmiðum, heldur á að reka hann eins og hann sé eigandinn sé óður kapitalisti, en hins vegar má hann ekki vera góður í því, hann verður að vera lélugur óður kapitalisti. Þetta er alveg óskilja, þetta er eigandastefnan og þetta er eigandastefna sem er alltaf verið, hefur ekki heyrtu það í fréttum eða sem alltaf er að tala um eigandastefna eins og sko Mósi hafi sótt þetta einhvers staðar, eins og eigandastefna þessara ríkisstjórnar sem að vill að þetta sé alls ekki rekið á félagslegum grundvelli, alls ekki svona þjóðhagslega hagkvæmt, þá verður líklega lægri vextir, þá myndi vera Landsbankinn nota til að keyra niður vaxtastig hinnabankana, það má alls ekki, en það var að reyna að hafa vextina sem hæsta, en hann má hins vegar ekki rekan hann í að hann geti ekki nota sömu brögð og engabankarnir. Nei, og svo er þannig að þessi zombi bankasýsla einhvern veginn sem fer með þetta en búið að setja lögum og þá erum við komin að einu sem ég ætlaði að spyrja vegna þess að morgun er aðalfundur Landsbankans og þar er bankasýslan ætlar ekki að styðja neinn af fyrirverandi eða núverandi líklega bankaráðsfólki til endurkjörs, stillir upp sínu eigin fólki. Þeir fara með 98,2% af atkvæðamagninu og ráða þessu líklega. Það er mjög ólíklegt að það verði einhver drót í kjörinu, en samt er þú í kjöri? Já. Ekki tilnefndur á bankasýslunni? Nei, ég bauð upp á mig til valnefndar bankasýslunar, en þau kölluðum ekki viðtal. Ég hef svo sem gert það áður á þessum 10 ára ferli, en ég hélt... Þú bauðstu fram í Íslandsbanka? Já. Það var líka svona, þá var kallað til aðalfundar út af svona hvað maður á að kalla klúðri eða einhverju svona einhverju baráttu sem er í gangi og þá fannst mér ég bara vera skylda til að bjóða upp á krafta mín inn í stjórnina því það var augljóst þar að hinn stjórnin hafi lent í svona það sem heitir groupthink, allir hugsa eins við borðið svona að það er ekki best að við bara seljum í sjálfum okkur og eitthvað svona og við seljum þessum vinnum okkar þannig að það eins og ríkisstjórnin er alltaf í og kemur alltaf fram og segir að hún sé svo traust og hún njóti svo mikil stuðnings og ekki skilur í salnum hvað það er að tala um. Ég vildi bara bjóða upp á svona mína kritísku sín og náttúrulega ég notaði 5 ára á starfsferli mínum, ég skrifaði doktorsritgerð banka og vann í fjármálagerðunum úti og þó að... Er þetta í sjálfstæðarhónum eða? Nei, það held ég ekki. Ég hins vegar... Heldur það sé ekki skipti ekki máli við val á hverju fari í bankaráð? Já,
sko, núna það aðeins öðruvís en þá, hann á Íslandsbanki fyrra, þá voru ríki með 40% en lífeyrissjóði gátu kosið og þeir, þetta er með svona hlutvalsvægja, þá tókst á þeim aðalfundi stórum öðrum hlutum, væntanlega lífeyrissjóðum, að skipta út einni af stjórnarkonunni sem að Bankasýslan hafi tilnefnt fyrir aðra stjórnarkonur sem þeir fylgdu sínum atkvæðum bakvið. Ég var bara ekkert búin að vera í neinu þannig ploti, vildi bara bjóða upp á mig og hélt frambáðsæði út af svolítið svona þessum líka lýðræðislega vinkli þegar að ríkja á mikinn hlut og aðalfundur svolítið svona eins og kjördagur í 1. júní eða þú veist, aðalfundur í fyrirtækjum sá eini tími sem að eigendurnir, hluthafarnir hafa færi á að sína, leggja sitt atkvæði á annarkvort með því að kjósa stjórnarmenn eða koma með tillögur til stjórnar, að því á milli aðalfundana sem eru bara einu svona ári, þá fer stjórn með reksturinn og stjórnin felur síðan forstjóra sem hún ræður og rekur að sjá daglegan rekstur. Þannig strúktúrinn í þessu og hann ekki lýðræðislegur þannig, heldur það 1 króna eitt atkvæði, þannig að þeir sem eiga mest ráða mestu. Og þarna sáum við dæmi fyrra af Íslandsbanka og núna vildi ég bara bjóða, sérstaklega því það voru nú þessar vendingar í ríkisstjórninni eða breytingar eða hvað hann heitir, þá komi nýr fjármálaráðherra úr öðrum flokki og ég bara Þú ert ekki heldur í Framsókn? Nei, líklega ekki, sko. En við erum þó tvö þannig sem það því að maður gat búið sig fram. Það kerfið býður upp á það, þó að Bankasýslan hafi valið aðra og þetta bara listi okkur öll sem erum í boði og ég og Kristín Valla sem prófessor í sjálfbærni, sem nú á að vera áhersla í bankarekstri og erum allavega þarna með hinum sem að Bankasýslan valdi til að bjóða fram til stjórnar og svo það spurningin hvernig það verður á fundinum á morgun, það svolítið spennandi. Hver fyrir með hinatkvæðin þannig að 1+? Það það mjög svona óljóst og ég hefði nú kannski haldið að það hefði verið í tiltektinni bara verið keypt upp af ríkinu til að eiga alveg en ég held að þetta séu fyrir starfsmenn og eitthvað þess og ég veit ekki hvort það eitthvað grármarkaður eða hleramarkaður með þetta og hvort það sé einhverju byrjar að safna saman þeim en það augljóslega væntanlega einhver svona undirbúningur fyrir sölu og manni getur nú alveg gruna að þetta tryggingafélags uppsteyt tengist líka einhverju leiti því eins og maður sá í yfirlýsingu fyrir fjármálaráðherrans að þetta væri svona til að koma hreyfingu á málin með að selja bankan, ég veit það ekki en ég ekki einu sinni almennilega viss sko hvernig það verður á aðalfundur á morgun, hvort það sé Bankasýslan sem að fari með atkvæðavæði okkar almennings og ríkisins, þessi 98% eða hvort það ráðherra sem að heldur á hlutabréfinu þessum hluta eignarinnar og svona hvort að það sé hann felur Bankasýslunni umsýslu en það er líka búið að boða þá að breyta þeirra umgjörð og það er búið að leggja fram frumvarp að láta Bankasýsluna ekki sjá að selja Íslandsbanka en þá kannski, það kemur í ljós á morgun þá var samt að láta Bankasýsluna sjá að eiga Landsbankan fyrir okkur. Við erum fylgjandi í lýðræðinu hérna við Rauðaborðið og við höfum þann séð að þegar fólk býður sig fram að segja alltaf takk fyrir að við höfum fram. Já, takk. Ég ætla nú ekki að segja þetta sé gert í mótmálaskina þegar þú varst með umræðunar við Mökkustínu Gærni. Þetta lýðræðislegt svona... Þetta samt svona eins og aktivismi ykkur. Já, þetta svona lýðræðislegur aktivismi. Það ákvæmlega ólíklegt að þú verði kjörinn. Já, ég gerir mig grein fyrir því en það samt möguleiki á því. Ef að mann myndu vilja fá annarkvort rödd sjálfbærninnar eða rödd úr doktorsritgerðum rekstur fjármálafyrirtækja að þá stendur þetta til boða en svo eru ýmis önnur öfl og kraftar að verki sem að ráða en það var svolítið merkilegt ég fór á þingpallana bara til að sjá þannig að debatt Kristrúnar Frosta og Bjarna þannig og hafði verið að hlusta á þetta í símanum í streyminu á þingvefnu en Maggastína var komin út sko en mér var svolítið tekið svona eins og ég var í mótmælandi ég hef nú farið á þingpallana sem svona hluti af lýðræðinu að horfa á þingmennastörfum sko og maður má ekki vera með símanan uppi ég veit ekki hvort þessi hræddur að maður kasti rándýrum farsíma niður í salin eða hvað en það voru sko tvö önnur sem að
kölluð eitthvað svona aðeins frammi eins og þingmenn og voru tekið niður eða fóru niður, ekki með hálstæki eins og Maggastína en svo voru við þarna 2-3 önnur sem sátum og hlustuðum, bara prófa stilt og hérna. En var tekið eins og þú værir mótmælandi, eða svona væri líklega, var leitað á þér, hvort þú væri með? Já, maður fyrir ekki nú leitarvél og ég bara segi þetta svona í tengslu við þetta, ég er ekki að fara sem mótmælandi inn á hérna alfundin og ég fór ekki á pallana sem mótmælandi. En þetta framboð í alvörunni, því að þú telur að vera, eins og við vorum að tala hérna styrk lýðræðisins, og hlutur að styrk lýðræðisins það að inni í stjórn banka sem eigu ríkisins, sitja ekki fólk sem allt svona meira og minna hérna, með svipaða afstöðu og skoðanir, að þó svo að þú myndir ekki sveigja bankaráðið til einhverjar stefnubreitingar, að þá hefur þau allavega gott af því að þurfa að beita almennum rökum fyrir sinni stefnu. Það verður bara holdt. Og það er svona hérna, það er svona vonin mín að við séum að færast til hérna fram á veginn í hinum umbreytta heimi en ekki aftur inn í fjármálavæðingu og öfgan í frjálshyggju eins og var hér og færði okkur nú svolítið illa af braut. Já, við sittum bara í súpunni með veika innviði, með veik grunnkerfi, með hérna, mikil ítök fjármálakerfisins, með ónýtan húsnæðismarkað. Að mörguleiti sittum við í súpunni og við erum með, sem líka afleiðing af hérna, nýfrjálshyggjunni, sem eru ónýtt stjórnmál. Og það, hérna, þú horfir á Austur-Evrópu og sér veikleikan í stjórnmálunum þar, að þá er það hluta af svona ólíkarka væðingu efnahagslífsins sem að er líka hérna vestamegin og sömuleitt eru veikleikar stjórnmálakerfisins vegna þess að nýfrjálshyggjan byggir ekki á stjórnmálakerfi þar sem við erum að sameinlega ræða það hvert samfélagi að fara, það sé ekki verkefni okkar, heldur eigum við að vera með stjórnmálakerfi sem er alltaf að verja okkur fyrir eitthvað, fyrir ykkur ógn og þá situr náttúrulega uppi með handánið stjórnmálakerfi sem að getur ekki tekið verið með alvöru greiningar eða tekið raunverulegar ákvarðanir. Þannig að veikleiki stjórnmálakerfisins er líka nýfrjálshyggjunnar. Já, og við sáum nú bara nýlega eins og að fjalla í pressu á hérna þættinum á Heimildinni í síðustu viku. Það er bara lögin afurðastöðvarnar, þeim að bara hijackað og þeim tekin úr þinginu og eins og það fór ágætlega yfir í vikulokunum. Það var bara sett lög sem hengta stórfyrirtæki. Og ég verð að benda á að við vorum búin að fjallum hér við rauðaborðið. Að sjálfsögðu. Herðu, Áslaug Brynjar, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir spjallið. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna, kannski bregðum við okkur bara til Íran. Þetta er augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.